Kælismiðjan Frost á Akureyri líklega það fyrirtæki sem hefur vaxið hve hraðast og starfsmenn fyrirtækisins í dag eru 70, fyrir 10 árum voru þeir eitthvað 20 og það allur heimurinn undir hérna hjá Frosti. Þetta náttúrulega kæli fyrirtæki, kæli og frysti fyrirtæki og okkar svona, hvað maður segja, core business að þjónusta kæli og fristiðin á Íslandi. Bæði iðnaðar kerfin, sjávarútveginn og svo aftur svona minni þjónustu við verslanir og heimili. En þetta fyrirtæki það hefur vaxið mjög hratt á undanförnum árum ef við tökum síðustu 10 ár. Já, cirka á síðustu 10 árum hefur veltan tífaldast og starfsmannafjöldin hefur meira en tvöfaldast úr cirka 25 manns upp í tæplega 70 manns. Hvers konar starfsmenn eru það sem eru hjá þér? Það iðnaðarmenn þá? Já, þetta mikið iðnaðarmenn. Þetta eru vélstjórar, blikksmiðir, vélvirkjar, rafvirkjar. Það eru tæknifræðingar, orkuverkfræðingar, véliðnfræðingar og viðskiptafræðingar. Ykkar verkefni, þú nefndir í Ísland, en það allur heimurinn undir hjá ykkur? Já, við höfum, í gegnum árin hefur starfsemi okkar aukist gríðarlega mikið erlendis og þetta nú að verða svona landamæralaus viðskiptaorðið. Við erum að vinna bæði til vesturs og austurs og erum í gríðarstórum verkefnum í Rússlandi, í Kanada, í Færeyjum, niður á Spáni, í Noregi, bara í rauninni þar sem verkefnin koma til. Það þá uppsetning á nýjum kælikerfum í sjávarútvegsfyrirtækjum? Já, þetta í þessum erlendu verkefnum þetta nú mjög mikið í sjávarútvegi, eiginlega nánast eingöngu og þessi verkefni byggjast rosalega mikið á okkar ráðgjöf, okkar hönnun og okkar lausnum og síðan eftir að við höfum í rauninni hannað og sett saman lausnina og framleitt búnaðinn, þá förum við á staðinn og setjum upp það sem við höfum framleitt. En þá staðan þannig hjá þér að þessi 70 starfsmenn, þeir eru þá á ferðalögum og að vinna út allan heim í þessum löndum þar sem þeir eruð? Já, svona þeir sem eru í þeim part af fyrirtækinu að vera í uppsetningum og í þessari þjónustu, að þeir starfa mikið í snútöldum. Þetta ansi mikið sjómannslíf á þeim. En hvernig þá að halda úti þessari starfsemi núna á tímum heimsfaraldurs þegar erfitt að ferðast á milli landa? Já, eins og síðasta ár það var gríðarlega krefjandi. Þetta náttúrulega kom svolítið beint framan á okkur alla saman og þegar það gerðist þá vorum við í mjög stórum verkefnum í raun á mörgum stöðum erlendis og þetta var mjög krefjandi og starfsmennir hjá okkur þeir aðlöguðust gríðarlega vel. Við þurftum að lengja úthöldin, þetta voru lengri útiverur og þeir voru í rauninni hálffastir á stöðunum, það minnkaði flug og samgöngur voru erfiðar. Þannig að þetta var ekki auðvelt ár en sem betur vera þá búum við nú yfir gríðarlega góðu og starfsfólki sem til í að leggja ýmislegt á sig til þess að við klárum verkefnin okkar. En þetta eru nokkuð stór verkefni og eru væntanlega boðin út á alþjóðavísu? Já, það þannig. Við erum að taka þátt í útboðum á Evrópska efnahagssvæðinu, bæði fyrir verkefni erlendis og hér heima. Og þannig erum við í samkeppni við stærstu kælifyrirtækin í Evrópu og það hefur nú gengið nokkuð vel hjá okkur. Við allavega höfum náð að lesta fyrirtæki mjög vel að verkefnum. Það þá þekkingin sem að þarna ræður úrslitum? Já, það myndi ég segja. Hér innandyra í Frost við búum hér yfir meira en 30–40 ára reynslu og gríðarleg þekking orðið á lausnunum og þetta náttúrulega snýst að vera með góða lausnir og það sé traust á fyrirtækinu að hafa slagkraft í að klára svona verkefni þó að langt sé í burtu. En hversu vel Ísland þekkt og þá kannski Eyjafjarðarsvæðið sem svona þekkingarmiðstöð á þessu sviði?
Já, það nú þannig með íslenska sjávarútveg að hann í rauninni heimsþekktur og gæði sjávarútvegsins hér á Íslandi og það náttúrulega, það skiptir engu máli hvort að við lítum vestur fyrir hafið eða austur fyrir, að alls þar sem við komum og erum að kynna okkar verkefni, það miða allir við Ísland. En þegar þú situr við skrifborðið og ert að senda tölvupósta, staðan hjá þér sem framkvæmdastjóra þá hugsanlega þannig að þú ert að senda tölvupóst þar sem að kannski tímamismunurinn 10 tímar og svo kannski öfugt? Já, þetta í bæði borð. Okkar viðskiptavinir eru hálfum sólarhring á undan okkur og svo á eftir okkur. Þannig að vinnudagarnir eru oft langir. Það mikið rétt.